AB Varahlutir er þinn hagur í varahlutum. Eigum varahluti í flestar gerðir bíla. AB Varahlutir, Bíldsöfða 18 og nú einnig í Reykjanesbæ. Ólöf Íslandsmeistari, það hljómar vel eða ekki? Það hljómar ótrúlega vel. Ég trúi sér ekki ennþá, sko. Þetta er svo skemmtilegt. Eins og ég segi, ég trúi sér ekki ennþá. Við kunnum ekki svona fagna, við erum svo fáar. Ég held að Ingibjörg sé eina sem hefur orðið Íslandsmeistari hjá okkur aður. Og við erum eiginlega smá lost, sko. En það kemur í kvöld. Þarf maður að læra að kunna að fagna? Já, maður þarf vel að læra það. Við erum ekkert rosalega góðir í því. Ég hef aldrei verið rosalega góð í að fagna. Ég ætti eiginlega að vera orðin svolítið góð í núna eftir 2 titla. En þetta kemur allt, sko. Það er bara gott að vinna. Hefðu þið kannski þurft deildarmeistaratitil líka og þá værið þið komið með bara hið fullkomna fagn eða hvað? Já, núna fyrst, þá var maður svolítið svekktur að það var ekki unnið deildarmeistaratitil. Það var gaman að hafa fullkominu vetur, en... Mikill vill greinilega meira. Nákvæmlega, maður verður bara hungraður, eins og eftir bikarleikinn, maður var hungraðri. Maður fagnaði einn dag, svo bara fór maður bara næsta verkefni. Og það var þetta, við erum búin að klára það. Serían 3-1, leit á tímabil út fyrir myndu Solberg. Hvernig fannst þið serían? Mér finnst þetta rosalega skemmtileg sería. Þetta voru hörku leikir, sem snerist við ofta á síðustu sekúndunum, síðustu mínúndunum. Og ég meina, því líkt flottir áhorfendur sem við höfum úr Njarðvík og líka hrósa Hauka áhorfendum. Þeir styðja allan tíman, hættu aldrei, allir með tölu og þetta er bara ótrúlegt. Það er svo frábært að sjá fólk koma klukkutíma fyrir leik til þess að kvennakörfubolta. Þetta er bara því líkt, þetta er draumurinn í rauninni, ég hef aldrei kynnst öðru eins. Og fyrsti Íslandsmeistaratitillinn í kvennaboltanum í Njarðvíkurnar. Þú ferð á spjöldsöguna þar. Það er frábært að geta verið komin á spjöldsöguna í Njarðvík. Ég og Siggi, Hilvinur minn, hann bað mig koma yfir í Njarðvík fyrir 3 ára síðan. Og við tölum að það væri alveg hægt. Við trúðum á það. Ég meina eins og vinur minn hafa talað að fara í Keflavík til að vera meistari. Það er miklu skemmtilega að vinna fyrir hlutunum. Og byrja á botninum heldur en að byrja á toppnum og þurfa að halda sig þar. Það er miklu skemmtilega að vinna fyrir þessu. Ég er ekkert smá stolt af þessu. Ég er ógeðslega stolt af liðinu mínu. Ólöf Íslands og bikarmeistari til hamingju. Farðu og skemmtu þér. Takk kærlega.